Nú breyta röðun á flokkabreytu að aftur við getum nota levels til þess að spyrja nú hvaða flokkar eða hver eru gildin sem þessi flokkabreyta tekur, það er lágvaxin, miðlungs og hávaxin. Nú þegar við ætlum til dæmis að svo setna meira að teikna myndir þar sem þessi flokkun kemur fyrir, þá munum við fá lágvaxin fyrst, miðlungs og hávaxin. Mögulega einhvern tímann lendum við því að við þurfum að endurraða sem sagt bara röðunina á flokkunum og það getum við líka gert hérna með parsfaktor með level-stillingunni og endurraða flokkunum hér og við getum enn og aftur stólið þessu og gert þetta og þá bara setjum við í hvað röð viljum við að þeir komi fyrir og fáum svo, þá eru flokkarnir orðnir núna hávaxin, miðlungs og lágvaxin. En við erum að sjálfsögðu ekki að breyta, við erum bara svona að breyta hvernig röðunin á þeim er þegar við til dæmis teiknum myndir. Hér að sjálfsögðu við vorum ekki að breyta lágvaxnum í hávaxna og svo framvegis. Þið sjá hér er hávaxin manneskja 1,85. Heldur bara ef við erum að teikna myndir setna meir ef við viljum hafa það ykkur ákveðni röð. Sameina 2 eða fleiri flokkabreytu, það við getum líka lent í að þurfa að gera það og ef við ætlum til dæmis að sameina lágvaxin og miðlungs í flokkin lægri og skýra hinn flokkin hærri að enn og aftur erum að nota FCT recode og við þurfum þá hreinlega bara að passa okkur á. Þetta eru flokkarnir eins og þeir heita núna, það er lágvaxin, miðlungs og hávaxin og nú segjum við bara, nú skulum við þess að lágvaxin tekur núna gildi lægri, miðlungs tekur núna líka gildi lægri og hávaxin tekur núna gildi hærri. Og aftur skulum við bara stela þessu, prófa að keyra þetta og við erum núna að búa til alveg nýja breytu, takk eftir því, ég er ekki að yfirskrifa gömlu breytuna að því hér er ég með nýtt breytunafn. Hefði ég skrifað hérna bara hæðpunktuflokkur, þá hefði ég yfirskrifað gömlu breytuna mína sem tekur 3 gildi. En það vil ég alls ekki, ég vil eiga báðar breytunar. Nýju breytuna sem tekur 2 gildi og þá eldri. Þannig að prófum þetta. Sjáum hér er hærri lægri, skoðum töfluna, það komið ný flokkur og miðlungs og erum við með einhver lágvaxin hérna og lágvaxin eru lægri, hávaxin eru hærri. Og sjáðu ég geymi svona alltaf inn á milli bara svona til vonar að vara. Já, en nú erum við svona aðeins búin að skoða, við erum búin að sjá mutate og svona fleiri sem eru þarna inn í dplyr og filter gríðarlega gagnleg en það eru miklu fleiri aðferðir og bara endilega Google svolítið til þess að sjá þær. Til dæmis arrange er mikið notuð þess að endurraða röðun í gagnatöflu. Við viljum kannski að raða einstaklingunum upp eftir stærðarröð, segjum eitthvað svoleiðis. Þannig að við viljum endurraða línunum, þannig notum við arrange. Svo eru gather og shape, separate, unite, svona til að breyta lögun gagnan okkar, til að fara frá víðu sniði yfir í langt snið og fleira. Og ég mæli nú bara með að við google svolítið til þess að sjá þessar aðferðir. Alveg í lokin ætla ég aðeins að nefna eitt sem ég ætla að kalla hérna bara pípurithátt og þetta er svo sem ekki hérna, við þurfum ekki á þessu að við sjáum í rauninni ekki af hverju þetta getur verið sniðugt akkurat núna en þegar skipanirnar okkar fara að verða flóknari þá kemur sér mjög vel að þekkja þennan rithátt. En köllum þetta pípu og það sem hún gerir er hún tekur það sem er vinstra megin við pípuna og notar það sem fyrstu stillinguna í aðferðinni sem er henn á hægri hönd. Þannig að við höfum séð að hér við notuðum mutate áðan til þess að breyta kyn hérna í flokkabreytu. Aftur eins og við sjáum, við sjáum ekki alveg af hverju þetta er gagnlegt núna, það er ekki fyrir en að breytuna fara að verða svolítið fyrirgefið kóðum fyrir að vera svolítið flóknari. En hér
tökum við púls og við pípum púls inn í mutate aðferðina sem svona fyrstu stillingu. Þannig við þurfum þá ekki að tilgreina púls hér og þegar við notum þessa pípu aðferð þá gerum það nú stundum þannig og ég myndist á þetta hérna eiginlega í upphafi að þessi búa til virki eða assign operator, hann má líka koma eftir á. Það þarf ekki að koma hérna fyrir framann, þessi má líka alveg vera hérna fyrir framann, að hér erum við hreinlega að yfirskrifa talnabreytuna kyn sem flokkabreytuna kyn og geyma það í töflunni púls. En ég ætla sem sagt að ræða miklu meira pípu ritháttin seinna. En þá þessari umfjöllun frá tilraun til gagna lokið og ég þakka áheyrnina. Bless, bless.